Wow, þetta örugglega ekki létt verk að koma eftir þeim frængum og standa svo bara einn. Ég hef ekki kennt neinum því ég klúðra, en að því ég hef aldrei séð þetta, hvernig þetta fer fram, og þá ætla ég að fara yfir minningar mínar. Ég fædd eðalárið 1953 í desember á Kirkjubæbraut 4 og fyrsta barn sem fæðist á Kirkjubæbraut 4. Ég svo mikið forréttindar einstaklingur þegar ég lít tilbaka að þá naut ég þeirra sérstöku forréttinda að vera alin upp á 19 manna heimili. Vegna þess að það bjuggu saman amma og afi, móður amma mín og afi, Þorsteinn og Vesturhúsum og Gísni, og þau áttu 16 börn og móður mín var elst af þeim. Og amma var á Dundavega 3 eftir að mamma byrjaði, sko, svo að þetta var mjög fjölmennt og bara mikið stuðarna virkilega. Afi var á miklu myndurskap og þá reisti hann Kirkjubæbraut 4 og það var nú löngu sagt svona í gríni þegar að hrúan flugdi. Þá voru aðeins fleiri vegna þess að þó ég hafi fæst í desember 53, þá ég svona engar minningar frá til dæmis 54 og 5. Ég fekk ekki minni svona fyrir en á 3. ári, að þá voru þau fleiri til heimilis og komandi af Vesturhúsum, eystri, eða í mínum minnum kallaði það litlu Vesturhús, sem voru, ég veit ekki hvort þetta náði 60 fermetrum, og þá setti bara amma alla á miðhæðina. Það var ekki, þú veist, hún kunni ekki alveg að dreifa úr öllu þessu fólki. Hún myndi bara hafa svona frekar þröngt og nett og huggulegt, sko. Það sem að ég vil meina séu forréttindi að það að fá að vera í svona mikilli nánd. Það var til dæmis fyrir þessa 19 manneskjur. Það voru sko, ef við bara horfum á systkini mömmu, þá það náttúrulega yngstu. Það Sibba, Villa, Siggi, Svanur, Smári, Jónína, Gunna, Sólveig, Reynir, Birgir, Trausti, Lilja. Þetta bjó sko heima með að mafa og svo ég og Helga og ég og Simmi bróður og mamma og pappi. Þetta var svona, en svo var alltaf bara að koma svona Þráin í Odda, gotur svona alls konar skildmenni og Gísla og það var alltaf nóg að plássa. Þetta var bara vandamál. Við vorum til dæmis í ótrúlega hvernig hlutindi breytast á ekki löngu tíma að við áttum heima, eða vorum uppi og þar var sko lítið stofundir súð og svo herbergjundir súð sem passaði eins svona svefnsófi sem var náttúrulega tekinn upp á daginn, því annars var ekki hægt að labba þar. Svo voru kojur og svona bretti undir, sko. Og þetta var sneiðsófi og ein koma með 5 góðum kommóðskúfum og þar var aðlegan og maður átti nóg að öllu. Ég ætla bara að segja ykkur það, maður átti nóg að öllu. Ég rek ekki minni til þess að manni hafi vandað eitthvað eða sérstaklega langaði eitthvað. Lífið snerist bara einfaldlega ekkert það. Og svo var líka uppi strákaherbyggi sem alltaf gæti öll herbyggi hét og eitthvað. En það sem svona merkilegast að mínu mati, það var eitt klósett. Eitt klósett. Og þá var það var náttúrulega vaskur þar inni og baðkar. Og ég nefnilega var svo heppin í gærkvöldi, átti að skila kveðjum frá Vesturhúsa fjölskyldunni minni. Móðurfeistinni við höldum alltaf og vorum búin að halda í 40 ár svona frænguklúbba. Einu sinni mánuði borðum við saman og við heitum saumaklúbburinn Hraðar hendur því að það mikil vinna sem verður fram. Mikil vinna. Og ég einn svona ígerða. Og þá var við spurja, það var nú eina sem ég sagðist ekki vilja ræða við hvernig það hefði verið að búa á Kirkjubæbrautinni vegna þess að þetta ættu vera mínar minningar. En ég sagði, við fór vitaði hvort að þær ættu öðruvísi minningum það að því ég man aldrei til þess að það hafi nokkuð tíma verið biðri á þetta klósett. Nú stend ég hérna og mér finnst ég bara ekkert gömul og það bara ekki 2 klósett en þú varst að kaupa íbúð með bara 1 salerni. Og við erum 2 hjónin, skiljið. Ég skil ekki alltaf svona, þú veist, þessar rosalegu breytingar og þess vegna ég svo þakklátt fyrir að fengið að alast upp við þetta. Það var náttúrulega sjálfsög áttu maður vinir við Kirkjubæbrautina. Það var svona, eins og þær nefndu gegnum Faxastíðin, að það var svo ofboðslega mikið af krökkum að leika sér. Eins og ekkert sjónvarp. Og þú veist, þetta var dásamlegt. Sólarhringur var bara ekki nógu langur til þess að
vera í öllum leikjunum. Það var ömurlegt þegar ég heyrðist kannski klukkan 9. Gráðar koma inn. Maður var bara rétt að volna í leikjunum. Þetta var svona, og stundum dróstu til 9:30 og það var svona smá bónus. En þessir frændur mínir, Svanur og Sigurvin og Smári var alveg einstaklega stríðinn. Í dag myndum við líklega nota nafn sem heitir Einelti, því að honum fannst, ég lá mjög vel við Haki, Sigur, ég elska hann út á lífinu og aldrei nokkuð skapað hlut við hann. En lítið dæmi, ef hann opnaði munni þá trúði ég. Og ég var illa haldin að minnimáttakennd vegna þess að ég var einstaklega mjó og rindlisleg. Ég var með hvítt hár, ég var með frakk. Þetta var ekki alveg draumurinn indíánamyndir sem ég hafði séð. Svoleiðis að ég bar þennan harminn, reyndi að bera hann í hljóði, en hafði eitthvað viðrað þetta við Smára, hvað þetta væri svona ekki mjög spennandi framtíðarsýn. Svo hann hafði lausnir á öllu. Sama hvað oft ég datt í pottinn, en þá skildi ég alltaf trú honum. Og að sjálfsögðu, þetta var svona snemmsumar, síðlavors, snemmsumars og var einstaklega gott veður og ég var náttúrulega takin í freknum. Það bara virtist enginn aðri vera freknóttir á eins og heimili, heldur ég. Það var bara, ég var í, það mættu allar í afmælið á mér, sko. Og ég eitthvað hálfgrátandi yfir þessu við Smára og hann segir mér það að hann viti alveg lausnin á þessu. Og hann segir við þurfum að bíða aðeins með þetta, sko. En hann viti lausnina, þetta verði mjög fljótlega sem lausnin komin. Og svo þegar mamma og amma, þegar þær fóru í bæinn til þess að fóru til búð sem að gerðist nú ekki einu sinni viku því ég var náttúrulega fullt að liði til að senda sko. En svo kannski hálfsmannalega og þá klæddu þau sér upp í sitt fínasta pús. Mamma í kápunum með skinnin og allt. Það var sko, þetta var svo mikil tilbrigði, það var ekki bara glent sér í gallabrókinu og skyrtinu og rifið sér út í búð. Nei, það var sko farið í sparidressi. Maður var sko fínn í þá daga. Þá kemur Smári, því að þetta var náttúrulega bara vita deginum áður að þær ekki að fara kannski bara niður hjá Gunnu Lofts eða einhverja verslu. Þetta var svo mikið undirbúningur undir þetta. Smári segir við mig, það er á morgun, Beggo, það er á morgun. Sko, það er morgun, það verður svona morgun og þá redda ég sko, ég bara gera þetta. En ég er æðislega spennt. Svo hann segir ég þurfa að stelast inn og sækja sigti. Það voru svona jafnsigti, þú veist til að segja, sigta. Og það var nýbúið að byggja svona ekki alveg klára bílskúrinn. Náttúrulega það rangt á heimaslóðan að við byrjum 1978, það skekkast sem að vona til Eiríksins einhvern tímann. En allavega það var svona búið að byggja hann svona mestu leit og það var alveg stranglega bannað að fara upp á bílskúrinn. Það var bara lappabrót og eitthvað svona vesen í þessari stórfjölskyldu voru bara ekkert í boði. Og Smári leið og mamma og þær eru komna bara fyrir hornið á kirkjubæðbreytinni og Smáravaktinni sko, náttúrulega aðeins eldri en ég. Og hann lyftir undir botninn á mér og ég upp á bílskúr því að ég átti að því að það var svo góð sól og freknuna voru svona út allt. Þá átti ég að liggja grafkjör á bakinu með sigtið, alveg grafkjör. Það myndi sólinn alltaf hita á mitt og freknuna sko. Og ég trúði því. Og ég lá. Af því hann ætlaði að láta vita sko þegar tími væri kominn ég væri búin að vera nógu lengur. En eitthvað glafti hann og ég þorði ekki svo mikið sem að bæra fingur. Þá myndi þetta kannski ekki hitta rétt á stað þarna á sigtinu. Og ég orðin gjörsamlega lúin og búin þegar ég allt í einu heyri röddina í mömmu og ömmu sem að þær eru eitthvað því að þá er Ásta út í húsi sem að götu Ásta hans Óla í Skuld. Þau eða hljón, þá hún eitthvað hóað svona sælar konur eða hvernig sem kæðið var og þá heim og ég hugsaði bara ég var á bannsvæði sko og ég hefði líka skólist til að fá sigtið það bara hrundi veröldin nánast þarna og svo eitthvað heyri ég mömmu kalla í mig og kjarkunum var nú ekki meira ekki gæti ég príla einir á sem bílskúr svo lýsi ég let vita af mér. Alltaf aldrei sko vilja setjast upp en eitthvað vegna þess að ég var ennþá sól sko, ég ætla að ná einasta geisla þarna. Og mamma enda með því að mamma nær svona í stiga og segir, hvað ertu að gera? Ég sagði, ég verða svona brún. Og þá bara horfði mamma og sagði,
smár, þegar bólaði, það veit ekki að fara að garga hér, en það var sko smár, það var svona ævintýrina Smára. Svo kemur loksins Smári, þá var hann þorði að skila sér af því að hann hafði heyrt gólið Smári og var ekkert að flýta sér heim. Svo kemur hann og mamma var eitthvað að segja hættu eitthvað að vera alltaf að fíflast í henni, hún trúir öllu sem þið segið og já, ég gerði bara það sem þið sögðu, þið voru eldri ég og maður átti að bera virðingu fyrir sér eftir fólki, þetta var nú bara strax einbreittað um hann. Nema ég fer ægilega spennt, fer í spegilinn og það bara eins og gamli freknur fastararna og ekki neitt búið að gerast eiginlega. Ég var rauð á handleggunum mann, ég er rosalega rauð á handleggunum, en ekkert í andlitinu. Og ég fer alveg tárinu til Smára og ég segi, Smári, það var ekkert. Það er sann, það kemur á morgun. Sá morgundagur er reyndar ekki kominn. En ég man til dæmis, ég ætla bara svona að stikla á stóru, þegar ég er að hugsa tilbaka að það var aldrei róðari, það var aldrei drast og það var alveg óbóðslega hreint. Ég reyndar heyrði það svo að því ég var aðeins eldri og Kirkjubæjarbrautin var til sölu, að það var svona verið að velta vöngum yfir því svona gárungarnir í Eyjum. Hvort það ekki að lækka verði vegna þess að það var svolítið þunnir veggirnir á Kirkjubæjarbraut 4. Það hefur verið svona snirtipinnar sem bjuggu þar, þetta var alltaf þrífandi alltaf veginn og það væri svona kannski aðeins farið að þynnast. En það er rosalega gott að eiga minningunum, og þá er ég að meina frá hjartans rótum, að eiga minningunum það, og ég held maður bara nánast að það fengið það með brjóstamjólkinni. Þú sparkar ekki af þér skóm eða það var alltaf bara gengið frá hlutunum, óður, allir, það var engin undan það. Strákarnir líka, við vorum ekkert að tímubretti þá. Þetta var mjög rjáfrétti þetta bara strax í byrjun. En svo voru svona sérstakir viðburðir eins og þvottadagarnir. Það var sko ekki þvottadagurinn. Þetta voru cirka bát 90 rúm og svo voru gestir, kannski 2 og 3 og svona. Þetta var, þá voru mamma og amma, þar voru bara í sloppanum og í svona 2-3 daga því að þetta þurfti mikið að sjóða og það þurfti að setja kol í pottinn og svo þurfti að fyrst var það nú allt lagt í bleiki og svo tilfæringarnir að klemma þetta út á snúru drottinu sæll og góður. Ég ætlaði að gerast hjálpleg. Það var bara mamma þurfti ekki að fara í bæ í mánuð. Þá hafði ég bara rokið út og klemt þarna úr einni bósinni og þá kom bara svona kottaver og svo kom lagið og þetta var mikið sjokk. Þetta skyldi vera driftþýtt og alveg í réttum röðum, ekki vera að þvæla þessu svona. Ég hafði eitthvað verið svona, byrjaði kannski snemma að hafa eitthvað píkilda skoðanir sem var kannski ekki mjög vinsælt endilega, en ég hafði eitthvað sagt, þá var þetta ekki alveg jafn hvort að þetta hérna meginn eða þarna meginn. Nei, það átti bara að vera svona. Svo maður lærði það. Svo man ég það að þegar jólin fóru að nálgast jólin, það voru náttúrulega sjálfsögðu voru ekki verið haldið upp á afmæli. Það hefði bara verið 1,5 afmæli í mánuði eða 2. Það náttúrulega var ekkert svoleiðis að það var ekkert, maður átti afmæli og það var satt til hamingju með afmælið. Og þegar jólin nálgust þá var þvílíkur spenningur. Af því þá komu 1 epli á mann. Og ég man ein jólin, og þau voru, vitið það er ekki framleitt svona epli í dag þess að þau voru eiginlega öll jafn stór, öll jafn rauð og með spotta svona, þetta var bara skraun. Svo við vorum svo hamingjusöm, yngstu það fengum ekki allir, en við sem yngstu vorum, kannski cirka bát 10 stykki, að við settum það náttúrulega bara á hillunni, það sem myndi kallast arím í dag, hillunni þar yfir ofninu. Sko, við ætlum ekki að fara að borða þetta bara fyrir á aðfangadag, þetta var svo merkilegt. Okkur fannst þetta svo flott skraut að við ákvæmum að gíma það fram, sko, náttúrulega milli jól og nýjárs. En svo þegar bitið væri við eplin, þá voru þið brúna innan. Þið voru nefnilega á ofninum, sko. Hugsaum að tímdi ekki eins og það er önnur tíð í dag, en þetta eru dásamlega minningar og ég tala nokkuð um jólabaðið. Það var náttúrulega, það gefur augaleið að það er mjög erfitt en það var gert fyrir jólin alltaf. Og þá, við allavega uppi, við 5 manna fjölskyldan, við vorum bara í balanum á eldhúsgólfinu. Ég bara ætlast til þess að einhver muni eftir balaæventýrinu og reynu náfötunum sko með pressu, brot í buxunum, móður mín var snirtipinni. Þetta var svo fínt.
En fyrir jólin að þá fengu allir að fara í bað, fór ekki einn í hvert baðvatn, það var náttúrulega svolítið í þetta, því að það þurfti að hita pottinn niðri og svo voru strákarnir látnir bera þetta í fötum upp. Vitið það, þetta var tilhlökkunin fyrir jólin, bara, maður fekk að fara í bað, við fórum kannski 4, ég og Helga og Sipp og Villa sko, í baði, það var bara ennþá með skemmtilegt held ég. Og ég man ekki eftir að það var eitthvað grút skítut vatnið eða neitt, þetta var æðislegt. En afi var svolítið sniðugur, þessi minning þess góða manns. Hann var svolítið sniðugur hann afi, það var ekki spegill neitt stóra baðherberginu. Hann var nefnilega svona svo við einhver myndum kalla, við kallaðum það holið, það var kallað, við myndum í dag kalla alrými. Þar var svona vatnsspegill og svona hilla eins og svona breið með 2. Og þar voru svona hárburstar eða greiður og svona. Kvenfólki var bara ekki, það var ekki í boði, var hangin á klósett og eitthvað dúlla við sig og dingla sig sko. Þess vegna var aldrei biður, það til skýringar á öllum hlutum. Það bara svoleiðis. Og ég man til dæmis á Laugardögum, og það þótti mér, sem að virtist bara engum öðrum þykja skemmtileg. En ég hef löngu verið svona, eins og móðir mér sagði svo góðlega þú ert upp á kolröngum tímabekkum, þú ættir að vera þær húsbændur og hjú, voru til að vera kettinginn á neðri hæðinni og njótaðinn. Þetta eru orðinina mömmu vegna sem mér fannst óbóðslega gaman að þrífa og svona vera í öllu þessu, pússa og raða og eitthvað vesen. En á Laugardögum þá var það svo merkilegt. Getið ímyndið dögu skótaugið? Nei, það er brjálast þetta eða var eins og í dag, skilurðu. En þá átti maður svo stífilinn og svo átti maður skóna sem maður fór svona í gangus, þú veist, í skólan og svo átti maður betri skó sem maður fór í kirkju og svona á sunnudögum því að maður var klæddur upp þá. Maður átti sko 3 skó. Á Laugardögum, mótnarnu, þá var það bara, og það þurfti ekki að orða þetta einu sinni, þá bara var svona alltaf verkaskipting, hverjir átt að bursta úr teppinu og bóna meðfram að þetta náði út í veggina og bóna nú stiganliður sem var nú með rúnuðu trökkum í þokkabót. Það voru allir margar á raskættinu, en það sjáðu Vesturlandsrættin, hún frekar flöt hérna. En bara hreinlega, þegar skýringin komin, það stíginn sko. En allir mættu, þeir sem á flattina, við fórum niður og þá var verið að bera allir skór. Hvort sem það hefur verið notaðir eða ei. Því að þeir voru niðri, raðaðir svona í 4-falt hæð, stífilinn svo hinum megin við vegg og það var borið og aðeins pússaði yfir þar sem maður kannski ekki hefur fræðina, en það kannski komið rík kott þarna á þessari viku, en allt var borið á og endað á stígvélunum. Þar var skósvertan ekki spöru, því það skildi nú ekki fréttast að fólki frá Vesturhúsum væri stígvélun með frystihúsarönd. Þangað til botninn dettur út skildi þetta vera gljáspart og fagurt. Það var bara svoleiðis. Stundum voru botnarnir svona bólnir, maður var svona eins og á búðum, átt að glansa þetta. Það var bara svoleiðis. Þetta er svona dæmi snyrtimennsku og hvernig maður lærði að vinna. Leikirnir, vafalítið voru leikirnir mjög svipaðir eins og á Faxasteiknum. Það var verið að ná í pottinn og það var verið í indjánaleik og það var í fallnirspýtan og það var í kíl og allir þessu bráðskemmtilegu leikir. Og svo var mjög vinsælt hjá okkur á kirkjubæbrýnni að fara á Toppatún. Og svo var, í mínu minni, þá var það rétt það sem að Einar tannlæknir átti heima, þar var Jói, maður sem átti árabát sem var á hvolfi. Og það var ægilega vinsælt að fara þangað og rugga sér fram og tilbaka á þessu blessaða árabát. Við lítið farmur hans sko. Og svo gáðu honum nafni bara Jói Vassfata, vegna sem við komum jafnan holdvot heim. Því það var svo gaman að rugga og samt voru verið að setja strákan svona aðeins á vakt sko, ef hann skildi því hann alltaf bara birtist hann með vassföturnar og gusaði okkur þarna niður að. En það var svo óbúslega lítið ungmanns gaman, það þurfti svo lítið til. Toppatúnið, ef það var snjór, allir mættir. Vilpan, vitið að þetta var heil paradís. En ég verð að viðurkenna því að þær áttu minningar Austurbænum, fóru held ég bara alveg yfir á skólaveg. Já. Ég bara, heimurinn minn var Kirkjubæbrautin. Ég vissi ekkert leiðilegra heldur en ef ég þyrfti að fara með mömmu eða ömmu niður í bæ sem var nú eins sjálfgætt og ég búin að segja frá. Vegna þess að það var
heimurinn var bara þarna. Þetta var svo óskaplega skemmtileg. Og til dæmis, lítið dæmi að það var mjög misjafnt svona hvernig fólk bjó. Ég kom í hús sem var reyndar tilheyrir ekki Kirkjubæjarbrautinni, en var þarna og það var mjög fínt hús. Mér fannst alltaf rosa fínt hjá okkur, var allt fínt. Við áttum allt nóg að öllu. En þarna kom inn í hús sem að mér var eiginlega mjög starfsýnt vegna þess að það bara glitraði þarna inn í svona tvöfalda stofun maður minn. Hún var ábyggilega 8 fermetra stofan hjá okkur, já bara fjölskyldunni sko. Svo sáttu bara hinir í holinu og hlustuðu eitthvað fram í sparistofunni. Mér var eitthvað starfsýnt á þá húsmóðurinn sér það og hún segir, já, þetta sko kristall sem að ég á. Hér til kristall. Og ég hafði bara ekki heyrt orðið kristall. En hugsaði, hún að meina glerið. En var nú ekki svo dónaleg vegna þess að ég átti að vera balinn, þó kannski breyst eitthvað með árunum, en að þá hugsaði ég, já, hún að tala allt þetta glerið, því það glitraði svo á þetta. Og ég segi, já, þetta rosa flott. Og þá segir dóttir hennar, mamma mín safnar kristall. Og ég horfði á þær mæðgur og segi, mamma mín, hún safnar tölum. Og veit ég hvað, ég fannst það alveg jafn flott. Tölubóksina með mér fannst það alveg, veit ég það var svo óbúslega gaman, maður að flokka eftir lit og stærð og þetta voru alls konar, maður gæti búið til fullt af leikjum á tölubóksinu. En hérna þessi blessaða húsmóðir, fínasta kona, að henni var svo þessu ummæli, því að ég náttúrulega hljóp ekkert heim og kjafta frá hvað ég sagt, en hún kom, húsvitjað og sagði, hvað hann bara sagt? Hún sagði, já, mamma mín safnar tölum, af því að þetta fannst henni ekki mjög flottur samanburður, Svo urðu mér á önnur svona skemmtileg mistök og allt takaði fram, þetta var allt yndislegt fólk byggði fyrir, það var bara kannski misjafnt hvernig reglurnar voru á milli heimila. Annað skipti kemi og það var það í annað frekar en 3 skipti sem kom inn í það hús. Bjóð þar afskaplega gott fólk og myndalegt og sérstaklega myndalegt. Og hérna, ég fer hérna upp á efri hæðina af því ég var að fara að leika við 2 börn sem byggur þarna. Og svo verður mér maður að pissa ekki frá svo færandi og ég hleyp niður og spyr húsmóðurinn hvort ég fara á klósettu. Það var náttúrulega sjálfsagt og hún gerði svo vel og bætti mér á klósettu. Og ég fer inn og ég satt nú fyrst sko bara heilengildur að glápa í kringum mig því að þetta var náttúrulega alveg rosalega fallegt baðherbyrgi með svona pundir í og alls konar flottir í svona sem að ég var ekki vön og ég gaf mér smá tíma í þetta svona virða þetta allt fyrir mér. Svo því ég búinn og það er mér hendur að þurrka mér og svo kem ég fram alveg að það bara hrósa hvað þetta væri fallegt baðherbyrgi. Þá segir húsmóðurinn, í hvaða handklæði þurrkaði þú ég góða? Og ég bara, þetta þannig. Það bara, hún var mjög reið og vildi að ég fyrir heim vegna þess að ég hefði þurrkað mér í fjölskylduhandklæði en ekki gestahandklæði. Ég þurfti einfaldlega að fara heim og segja hvað er gestahandklæði? Ég bara hafði aldrei heyrt þetta orð einu sinni. Ég var bara nýbúið að framleiða það í orðabókinni, ég hafði aldrei heyrt minnst á gestahandklæði. En ég fór aldrei inn í þetta hús vegna þess að ég var svo rosalega hrædd að ég myndi gera einhver önnur mistök sem var alltaf að verjast í að gera mistökin. En elskan afi minn, sem ég þótti alveg ótrúlega vænt hann deyr 1967 og þá er það fyrsta skipti sem ég á í orðaskaki við Guð. Ég var og hef ennþá mína einlægu barnatrú og myndi aldrei sofna hvar sem ég væri nema að fara með mína bænir. En þá var ég að því ég var búin að biðja Guð svo mikið að afi myndi lifa þá til að sippa og ég myndi fermast. Það var 16. barnið hans afa. Mér fannst þetta rosalega ósanngjarnt, það dó mánuði fyrir fermingu. Og ég var í miklu orðaskaki þetta, en það sem ég átti bestu litlu mömmu í heimi, að þá gat hún að skipta þetta út fyrir mér. Að maður átti bara, þá fyrst heyrði þegar maður átti að þakka þann tíma sem að maður hefði fengið að vera með viðkomandi og vera glaður og svona. En það tók mér smá tíma svona aðeins að sættast því það var, maður var mest glaður, en svo komið svona tilfelli og
og ég bara alveg tilbúin að deila því með ykkur að ég og drottinn áttu þannig í þessu orðaskaki, sko. En svo þegar það er fyrsta skipti sem ég man eftir að hafa farið í erfisdrykkju, ég þurfti bara að læra orðið, erfisdrykkju, það var boðið í kaffi heim á Kirkjubæjarbraut. Þá var ég reyndar flutt að Kirkjubæjarbrautinni á Hilmursgötunum með foreldrum mínum, en þar sá ég rétt sem borið var á borð, sem ég hvorki séð, aldrei séð eftir, aldrei meir. Og ég þorði ekki eins og smakka, það var svo merkilegt, ég hefði líklega haldið þetta væri kannski pyntu skrauts. Það voru pulsubrauð, skorin í tvennt og sett rosalega fallegt salat ofan. Ég hefði bara, ég veit ekki hvort ég hefði kannski aldrei séð pulsubrauð, en þetta var allt öðru svo heldur þessar brauðsneiðar sem mamma var vanur og það var svona fullt af afbrigðum eins og ég sjáið í þessu lífi þarna á Kirkjubæjarbrautinni. En bestu ár ævi minnar, sem við talum hér í Vestmannaeyjum, að það er Kirkjubæjarbraut 4. Og ekki er það eingöngu að því átti svo yndislega gott fólk að og góða fjölskyldu. Það var aldrei verið að rífast eða þetta, minningin er ekki þar, aldrei neitt, en svona stríðnisbúkaháttur og svona þegar ég verið litið bara bráðskemmtilegur. En í þessari götu var náttúrulega líka eðar fólk. Eins og til dæmis Ásta og Óli í Skuld sem byggu beint á móti okkur og Edda Ólafs og Sísi og Stjáni, bróðir hennar. Og svo flutti Sísi niður þegar hún náði sér Sigga og átti þar 2 dætur. Þetta var, maður var þvílíkur auðfúsagestur þó að maður væri afskaplega lítið fyrir að fara inn á heimili annarra því að stuðið var alltaf Kirkjubæjarbraut 4, það voru allir. En þetta var þvílíkt eðar fólk. Fyrir ofan þá var Dengsi og Guðrún Ljósa, þessi dásemdar hjón með Valgerði og Rúnar og ég á einhverja minningu og ég ákvað eiginlega ekki að googla nokkur skapaðlut en ég á minningu það að þar hafi búið niðri því var krakki maður sem var með dökkur yfirlitum, ég er ekki þannig svörfingja, en þetta er minningin. Svo fór maður yfir það sem að næsta hús og þar var Bjarni Þormós, einn góður leikfélagi hans foreldrar byggu niðri hjá Sigga Jóels og Fanni og Jóel uppi, sko, það var í hverju húsi bara svipuðum aldri, förum bara fyrir ofan okkur á Kirkjubæjarbrautinni, þá var Maggi Kristins og Jóna Dóra og Birgir með Kristi og Díti hjúkrunarkonu foreldrum. Það skrítið þó að nafni alheimsins hafi og sé og verði alltaf í mínum huga fyrstu 11 árin reyndar á Kirkjubæjarbrautinni. Ég ætla ekki að fara að telja upp alla Kirkjubæjarbrautina því það væri nú að æra óstöða en ég get það. Fyrir undan mig vantar íbúi í 1 hús, ég veit ekki ekkur ef ég ákvað að googla ekki heldur. En þarna voru bæði skólasyskin eins og maður fór, ég man fyrir ofan Gunni Giss og Sigfús sem eiga eina dóttur sem heitir Sigrún. Ég man hvað mér fannst ofboðslega skrítið, þar var byggt hús af því það var búið að vera lengi auður, reitur og svona smá brekka þarna sem við vorum að glöðrast með að leika okkur krakkarnir. Svo allt í einu kom einhverja vinnuvélar og fór að rífa þarna á þessu hólnum og svona og þá byggðu Guðmundur Ingi á Huginn og Stína frá Þingholti byggðu þær hús og í mínum huga hefur þetta alltaf verið útlenska húsin. Það var ekki nótt einasta hús þarna svona í laginu, þetta var bara einhvern veginn bara svona útlenskt. Ég átti ekki, þekkti nú ekki meira til sko, ekki eins og upp á land að ég vissi hvernig þetta skýrði þetta. Það var útlenska húsin. Sem þessi eða hjón byggðu og ég passaði stundum börn og svona. En það er sama hvar er þrepið niður á Kirkjubæjarbrautinni, í mínum huga, þá var þetta eðar fólk, yndislegt í alla staði. Og fyrir 2 árum rúmum því ég var hérna í Eyjum, ég kem myndir nokkur sem áringa, að þá ákvaði ég og systir mín, 2,5 ára síðan, þá ákvaði ég og systir mín við að labba Austurbæinn, sikka göturnar og rifja upp á muna hver átti heima á hana. Svo erum við enda á Kirkjubæjarbrautinni og þá koma Erna og Svenni, Sveinn Hjálmarsson, sem átti heima Kirkjubæjarbraut 2. Þá er það nú ekki gæða fólki. Og vitið hvað þetta var, maður fekk svona kusk í auga bara hérna. Það var Beggo litl, alveg
maður var faðmaður og Svenni sagði þetta nú bara tilefni til þess að rífa upp konjaksflöskuna sem ég búin að geyma mörg á. Og maður er alltaf að sjá eftir einhverju í lífinu vegna þess að ég leit á klukkunni, ég er svo ferleg klukkukona, hundleiðilega auðvitað að tíleita en ég að samanskapi síst í minn ekki klukkukona sko, það er eina sem okkur skilur svolítið að en ég leit á klukkunni þess að Guðfinna Georgs er fann að bíða með matinn. Svo ég sagði, heyrðu, veistu það, við verðum að fá eigandi í hálfum komið næst. En síðan höfum við systur ekki komið saman og svo þetta næst rann okkur greipum. En ég syns, já, Maggjadölum, við erum á hafni með Ínu og Heiðu og Magneu. Þetta var endalaust paradís. Svo fór maður aðeins fyrir hafni. Þú veist, maður var aðeins eftir að fór maður fyrir hafni og fór í Heiðakam. Það var svona lítið hús sem stóð svona aðeins inn í lóðinni, eða skúr, eða ég veit ekki hvað ég kallaði þetta lítið hús, það var ekki búið í því. Dásamlegt að sitja þar með kertaljós og draugasögur sem strákandi sögðu. Og eitt skipti, maður var nú oft búinn að sitja þarna skjálfandi og svo þurfti maður að sko sofa ofan á Helgu systur með Simma-bróður í panginu að hræðslu sko. Maður var á svo myrkvæli á draugasögunum, en eitt skipti þá var þarna eitt sem aðeins eldri við sem kom til að segja okkur draugasögur. Ég glemdi að segja okkur það vinur hans kom að því maður fór svona eitthvað lúgugat til að komast upp þarna sem súði maður. Allt í einu bara kemur ekki, sko draugur, bara hvítt svona bifast hægt upp. Það var gott að vera opni glugga í þá. Ég vissi að voru frjálsipissum í okkur, einn lent í öskutinu, hann stakk sér svo rætt upp, hann bara skaust ól í öskutinu, krampúleiraðist allur. Það voru sko hetjurnar sem voru að hlusta á draugasögur sko. Svona eru minningarnar endalaust. En stóra sjokki gerist og ég var alltaf til horft á það svoleiðis. Það var þegar að foreldrar mín taka sig upp og flytja á Hilmisgötu 1, ekki það sem neitt á húsinu. Heldur bara að fóru úr Kirkjubæjarbrautinu og Austurbænum frá öllu þessu gósenlandi mínu, bara heiminum, á Hilmisgötuna. Ok, það var eitthvað gulrót við Helga áttum að fá saman stórt herbyggi sem var stærri en stofan á Kirkjubæjarbrautinni. Mér fannst það engin gulrót. Helga systir var mjög ánægð. Simmi bróðir skríkti af hamingju. Ég var ekki sátt. Og það tók mér nokkur ára að sættast. Það var bara, hvort sem var skóli eða hvað var búið, þá var bara fara upp á Kirkjubæjarbraut. Þar var lífið, þar var allt. Mér var svo skrítið á Hilmisgötunni og ég get alveg rakið hverju áttur heima á Hilmisgötunni. Og þetta var mjög gott fólk, ég meina maður fekk mér þess að vinna út á þetta lið. Óskar í bókabúðinu og Sigga voru þarna númer 5 og þar passaði ég lítinn strák, svona Búbbu, barnabarn þeirra í bókabúðinni og þetta var öðlingsfólk allt saman og Runólfur og súfjölskylda á 7 og bara dásalegt fólk. En það var enginn út að leika sér. Enginn. Og ég ætla að segja það því að síðan Halldór hérna, þegar við fluttum á Hilmisgötuna, þá átti Matta og Datti, foreldrar Halldórs, Addu og Olli sem er jafnvel mér og Halldór, svo komu svona yngri sem er ekki alveg eins í ferskuminninu, en ég veit að einn heiti Jónasína. En ég man það að ég var að reyna að fá Olli til að koma út að leika. Addu kom ekki út að leika. Halldór var eini sem kom og lék við mig og Simma-bróður. Svo var ég svona að reyna að góna það í kring, hvort það væri ekki eitthvað mögulegt að búa til eitthvað smá líf þarna, af því mamma var alltaf að segja, nú erum við flutt, takk á mín, og við, af því að ég vildi bara helst að amma myndi eiga mig líka þá bara, þetta var ekki alveg nógu snið með þessa Hilmisgötu. En það var ekki, það var aldrei, ég upplifði aldrei þessa leiki og svona, en ég náttúrulega bara nýtti mér það, ég var bara næstu 3 árin bara í viðbót, meira og minna upp á Kirkjubæjarbraut, til þess að vera í allri gleðinni. Svo náttúrulega koma þessi unglingsár og þá eru endalausar minningar. Þura sagði, má ég setja myndin upp sem ég er á? Nei, ég er að grínast, þú sagði það ekki. Af því að ég ætlaði ekki að vera með neina myndir og þá sagði Þura, en hérna mynd, já, góða mynd. Og ég er að grínast, þú Þura sagði þetta ekki. En við, eins og ég sjáið, þá var ég gríðarlega stolt við Þórari og var nú eina af þeim sem var svona pínilt í hjartanu við þessari sameiningu en rosalega hamingjusöm í dag náttúrulega. En eins og ég sjáu, Þura hefur nú aldrei verið hávaxnasta manneski í heimi en sko ég ligg við sem minni. Nei, ég ætla ekki þetta.
þið þekkið náttúrulega Þuru og mig og þá það bara nóg. Þarna voru með okkur Ásta Finnboga, Þóra Hjördís og aðrar eðalkonur og vorum að fara að keppa svona í Hálagalandi og svona ýmislegt mjög Hálagalandi. Maður segir þetta í dag að þá bara sagt frá hvaða öll þú? Og þá var nú sko lúxusinn þvílíkur þegar maður keppti í Hálagalandi að þá komu bara strákarnir sem voru að spila körfuboltaleik og eftir að hengdu við fötin okkar. Þetta var undir púsl að vinna alltaf garfana. En þetta gekk allt upp í þessa daga. Þá, eftir ég flytt á Hilmsgötu, þá eignast ég yndislega vinkonu sem heitir Hrafnhildur Hlöðvers. Og mér var svo gaman að því Hrafnhildur átti svona stóra fjölskyldu eins og ég, þó svo það væri ekki hennar systkini eða svoleiðis heldur. Hún kom úr svona, og mér fannst eins og til dæmis hjá Þuru Borgar og mér var svolítið gaman að myndi alltaf vera að vella endalaust krakkar og svona bara að væri fleiri sem að, því ég fékk einu svona mjög viðkvæma spurningu því ég var í skóla og það svona satt lengi í mér. Þá fékk ég spurningu frá skólasystkini sem sagði, hvað áttu eiginlega mörg systkini? Og ég alveg, 2? Nei. Hvað áttu mörg systkini? Og ég alveg, Helgu og Simma. Og hún líka viðurkenna hún að heila hrúgu. Mér hefði svo sannarlega verið heiður að því að vera systir Vesturhúsasystkina en ég var því lánað þarna, ég var dótturinn af móður minnar sem er mamma litla bestakona í heimi sko. En ég ætla ekki að taka mikið lengri tíma en mig langar, ef ég má, tímans vegna, móðir mín þessi hljóðláta, hægláta, yndislega manneskja sem að dó langt aldur fram, hún átti sér svona hlið sem að mátti náttúrulega ekki tala um. Hún var alltaf að setja saman ljóð og vísur. Og að mínu mati var hún nokkuð góð og mér langar að enda, það var til virðingu við móður mína, að enda á því að bróðirinn var 50, þá samt og þetta og bróðirinn sem heit þessi sem að, ég var að segja þessi sko, þeir eru svo margir, þessi, hann Reynir, hann var nýdottinn í það að vera rosa spenntur fyrir að fara svona með stöng og veiði í ám og svona, þú veist, þess að flottari veiði, ekki að bát. Og mamma samdi til hans á afmælisdeginum, vinur minn það vita mátt, ef viltu fá þann stóra, þá veiðu stöng þér kaupa átt og vertu nú ekki að slóra. Í ánni bíður eftir þér, sá stóri einhvern daginn, hann bröltir þar og byltir sér, svo vertu til í slaginn. Með veiðistöng og veiðitól, með spinnerspún og sökku, með flotholt taug og fluguhjól og fleira dót í tösku. Ef enginn fæst nú fiskurinn, ekki neitt að ræða, en alltaf má í annað sinn maðk á krókinn þræða. Nú haldið heim á leið með öngulinn í rassinn, framundan gatan greið, grásvartur tjörumassi. Svo endar hún segir, hérna verða þáttaskil, hér ég enda braginn, að lokum þetta segja við til hamingju með daginn. Þetta var mamma litla.